Þetta Rita Ora með lagið How We Do Party heitir það. Það ekki skemmtilegasta lag sem ég hef heyrt en mörg verið til svo sem óska ég Rítu Oru hjartanlega til hamingju með þetta lag. Það mánudagur klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína og eins og alltaf á mánudum þá situr hann í það mótið mér hann Björn Bragi eða BB King, verður velkominn. Takk fyrir. Hvernig ertu, þú litli spilaþykill? Ég mjög góður. Það ekki? Jú, ég vaknaði snemma í morgun og fór í sund og við raunin að hækka eins og lagi. Fór í sund og fekk mér sushi og svo reyndar hellti ég sojasósu yfir allar buxurnar mínar þannig að ég lyktaði eins og sushi staður. Nýju hörbuxurnar hennar, eru það bara allar út í soja? Hjólabuxurnar mínar. Það reyndar, nú verð ég að ástæðan fyrir kallaðan og spilavíkil og nú verð ég að viðurkenna það því að ég er nú rætta hér í þessum þætti, ég sé að gambling man. Þú ert að setja þetta í nýjar hæðir fyrir mig. Ég held að viti flestir okkar hlustendur að núna á sér stað leikur á milli Frakka og Englendinga. Já. Og það actually synd að maður eru að vinna meðan sá leikur viðurkenna það. En hvað, segðu nú hlustendum, hvað ertu búin að veðja? Þú ert búin að veðja að vera 7 hotn. Byrja á að segja þér að það var að koma 1 hotn núna, Frakkar eru að fá hotn. Já, þú veðjar að þeim myndi fá 7 hotn þegar ekki. Já. Svo veðjar á þið víti í leiknum. Já. Og hvað varstu með eitthvað meira? Svo eitthvað svona bara, hér og þar. 1 hotn komið fyrir, við skulum fylgjast með þessu í þættinum. Fylgjast með þið. Já, en við erum með frábæra þáttur ykkur. Maður verður að gera leikinn skemmtilegri. Já, ég veit ekki, en ég hef aldrei veðjað á hotn í leik. Þetta nefnilega þetta vita fáir að hérna náttúrulega bara svo 1x2 og lengjan Já. En svona þegar menn byrja að spila á erlendum síðum, þá er þetta veðja á allt. Þetta er orðið vandamál og þá er þetta veðja á allt. Nei, þetta akkur segir þetta sé vandamál. Því að þú veist, hvað? Þetta er áhugamál. Mér er bara skrítið að ekki veðja á í hvor hanskar markmaðurinn fari undan í, vinstri eða hægri. Ég veðja á það næst. Nei, þú veist, það er svo skemmtilegt að tippa á eitthvað svona skrítið eins og hotnin eða innköst eða brot. Kryddar þetta eitthvað? Já, þá er maður alltaf á nálum, allan leikinn, sko. En hvað, það komið 1 hotn, ég er ekkert viss að Frakka fá 7 hotn, ég held að þetta fara 1-1 og þetta verður rólegur leikur. Ein ástæðan fyrir tippa á 7 hotn var því að þú sagði mér ekki það. Gambling God. Ég er endar, 7. Ég veit ekki með 7 hotn, en það sem ég veit eins og það er að við erum með góðan þáttur ykkur í dag. Það er alveg staðfest. Hann kemur til okkar eftir hann Bjöggi markmaður. Já. Með síðasta hárið á landsliðinu. Grjótharður, gel framleiðandinn mikli. Ég hugsaði fyrst að það var allir búin að missa hárið nema hann. Já, með síðasta hárið. Hann ætlar að koma þetta til okkar og eftir í spjall. Við erum með Land of the Children eins og alltaf. Barnalandi er á sínum stað, sturlaða staðarindir. Og svo er ekki komið tími á þú syngir Euphoria. Finnst þú búin að láta alla syngja það nema þú, þig, sjálfan? Já, sem gestaþrautina. Já. Þig að syngja? Já, ég meina að þú getur ekki níðst hérna á öllum. Ég er bara svo ógeðslega lélegur að syngja. Nei, ok, það er ekkert mál. Ég skal syngja Euphoria. Euphoria, ég hlustaði á þetta. Ég heyrði Sveppa náttúrulega syngja. Það er ekki hægt að syngja þetta verið en Sveppi gerði. Nei, þetta lag er mjög erfitt. Já, ég veit það. Á allan hátt. Þannig að ég er spenntur að heyra þess að syngja það. Mjög erfitt að halda í við hvað segir maður, ekki bara tóntegundin heldur bara að vera á réttum stað í laginu. Já. Það er mjög erfitt. Já, það er algjörlega. Ég er enda búin að heyra frá fullt af fólki að þú hefði staðið best. Já. Rosalega margir að stoppa mig og segja ofpóstlega syngur Björn Bragi vel. Já, ég veit ekki hvort ég trúi því. Það er samt svona ánals grín, þá erst þú búin að syngja þetta best. En ég ætla að rúlla þér upp hérna eftir. Það er samt ég var meira bara svona skástur af nokkrum hræðilegum. Já, þetta var pínu þannig. Ég held að orða þetta rétt, þú hefur verið skástur. Við vorum allir mjög slæmir. Herðu, það eins og heyrið, bara frábært þáttur framdann. Við ætlum að byrja hérna á laginu sem var valið lag ársins. Þetta er Úlfur, ég er farinn áfram England. Blöð með ykkur hér á mánudegi. Úlfur, ég er farinn, virkilega flottlega þarnaferð. Staðan er 0-0 hjá Frökkum og Englendingum. Ég var alltaf að gera update á leikinn í hverju innkomu. Að segja hvað staðan er? Já. Já, þetta er actually leikurinn sem ég er búin að vera spenntastu fyrir á mótinu. Já, ég veit það. Það er skandall að þetta sé ekki seinni leikurinn. Já, hvað mátt vera Úkraína núna? Hvað er það í kvöld? Úkraína og hvað er það ekki? Úkraína á móti. Hvað er það í kvöld? Úkraína, Svíþjóð. Úkraína. Það er alveg mátt Þú vilt ekki segja Úkraína. Næja, því ég veit þetta fyrst við töðunar. Það er mátt vera þessi leikur, fyrir leikurinn. Já. Alveg staðfest. Nú, við skulum bara hafa þáttinn svona eins og þarna, hvað heitir hann á
alltaf á Rás 2, þarna boltinn og músík eitthvað, það sem þeir eru alltaf bara lýsa tónlist og svo á staðan og Valbjarnarvelli. Það er svolítið kósí þáttur. Já, tökum eftir samt hvor okkar lýsi leiknum betur. Við erum báður að lýsa í 1,5 mínútu og þú þarfst að láta eins og sé allt vitlaust að gera í leiknum. Já. Ertu til í hann? Já. Herri, ég ætla samt að fara í slúðrið núna. Já, komdu með og haldi ekki allir á Íslandi með englendingum í þessum leik. Ég held með þess að sko ekki allir. The French are assholes. Ég held með þess að þó ég væri Frakki til að halda með englendingum í þessu leik. Ég held ekki. Jó, þeir eru svo leiðilegir maður. Herru, þá hérna, ég best afsökunar ef einhverju Frakkar að hlusta. Ég vil segja að við Frakkar, þeir eru fallegir og góðir. Já, ég meina Frakkar alveg fallegir. Þeir ekki vænt Frakkland. Er það? Ég veit ekki. Nilli, hann er frá Frakklandi. Rest my case. Herru, þá það komið að slúðrinu og ég ætla að byrja á Madonnu. Hún var með tónleikar núna í Istanbul á 50-daginn og það allt brjálað eftir þessi 53 ára gamla söngkona sýndi á sig geirvörtuna sem að ekki fyrsta skipt sem hún gerir það. Nei, ekki fyrsta skipti. Og örugglega ekki að síðasta heldur. Já, en sko, það er aðeins they don't play by the rules þetta í Tyrklandi sko. Þetta er ekki eins þar. Ég var þar daginn í Istanbul. Já. Og þetta er mjög sérstætt sko. Geðveikt vanur heimsborgari. Ég var í Istanbul daginn og ég meina Tyrkirnir Ég ákvað að henda þessu inn. Ég var þar daginn. En herru, það allt bilað og ég veit ekki Er þetta ekki bara Madonna einhvern veginn að reyna að halda áfram að hneyksla og reyna að halda svona í Lady Gaga og eitthvað? Þetta er pínu sorglegt, finnst mér. Af henni? Já. Verður hún ekki að vera að stay in the game? Já, hún er jakkamöla mamma mín. 53 ára, myndi ég nenn að vera að lesa það. Hafdís Sveinsdóttir sýndi á sig geirvörtuna í Istanbul hérna á tónleikum. Ég myndi bara svona, mamma hættu þessu. Hvar heldur þú myndi lesa það? Á Bleikt eða eitthvað? Nei, ég myndi ekki lesa það bara hjá systir minni, blogginu hennar. Ég veit ekki hver annar hætti svo sem var að fjalla það. En þetta er eitthvað pínu sorglegt við þetta. Þú lítur að vera sammála. 53 ára gömul, tekja bara móðir, hagaði bara sem manneski. Þetta er ekki rétti staðurinn fyrir þetta, Tyrkland. Nei, fyrir utan Tyrkland, þetta er bara ekki gera þetta á tónleikum. Nei. Þetta er eitthvað ránt. Ég veit ekki, ég hef enga skoðun á þessu. Nei, ok. Ég held með Madonnu. Ég er hneykslaður, já, Madonna, ég gef hana. Þú ert líka af tyrkneskum mættum. Já, ég bara þekki mitt fólk í Tyrklandi og við hefum ekki verið sátt við þetta. Þú er komin í beinan karlleik af Halli Mal. Það er. Hefur þú komið til Tyrkland? Þú ert djúbróðir Rúnu og Dagbjartar. Nei, ég bara þekki, hefur þú komið til Tyrkland? Nei. Það er sko. Aldrei var til útlanda. Við vorum þar daginn í Evróska draumum og það er sko, þetta er ótrúlega steikt. Istanbul, bara alltaf svona tónlist og vera að biðja og eitthvað. Þetta er svona eins og að vera stattur í bara skrítinni bíómynd. Þú hatar múslima sem sagt. Hvað er eitthvað að þér? Múslima, mér finnst það bara skrítið. Þetta er bara öðru. Múslimar eru skrítnir. Já, mér finnst það. Nei, það er ekkert skjóðist bara, það er ekkert skrítnir. En þetta er eitthvað annað en við þekkjum. Ok, þér finnst það hvíti maðurinn. Hvíti maðurinn rules, nei, hvað er það geðbilaður? Ég er bara að segja þetta var skrítið að vera þarna. Hættar en að gera mig að... Ég er að mála á því hotn. Já, ég ætla að fara í næsta slúður og það er af Kim Kardashian og Kanye West. Ég held að flestir okkar hlustendur viti að þau eru kærustupar í dag og Kim Kardashian var að gefa honum, bara stendur hérna ástargjöf, basically. Stendur ekki ammaliða neitt. Og hún hendi $385,000 Lamborghini á honum. Já. Það er ákveðin spenningur. Það er fín gjöf. Já, hvað eru 113 milljónir? Hvað er þetta? Þetta eru 50 milljónir. Hvað var þetta í dollarum? $385,000. Já, nákvæmlega. Það er ákveðis gjöf, svona ég elskaði gjöf. Já. Hvað er dýrasta gjöf sem að þú hefur gefið kærustuðinni? Ég veit það ekki. Nei. Ég gef fallega gjafir, sko. Já, ég trúi því alveg. Toppgaur. Ég er með fallegt hjarta, þó ég sé hrjúfur og yfirborðinu. Þó ég seti rætin. Þá ertu með fallegt hjarta, en ég ætla að enda slúðupakkana á Matthew McConaughey, eða Matthew McConaughey, svo sem ég kalla hann. Hann var að gifta sig þessi sérfræðingur, giftist henni Camílu Alves, en hún ætlar að taka upp nafnið Camila McConaughey. Og óska ég þeim hjartanlega til hamingju. Þetta var vist falleg athöfn í Texas, fyrir framann nánustu vini og fjölskyldu. Matthew McConaughey verður ekki að gefa hann hann er rándýr. Jú, ég fíla hann mjög vel, sko. Já. Alveg síðan hann var í uppáhaldsmyndinu minni, Dazed and Confused. Já, Dazed and Confused, þannig henni, það er hárið eftir. Og sagði, that's what I love about them high school girls. I get older, but they stay the same age. Yes, they do.
Hanna hér í þessu lagi Where Have You Been? Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 Ötti og Björsi með ykkur til 6 í dag og það styttist í að Björki Markmaður kíkja hérna í heimsókn til okkar ásamt fleiri föstum liðum en við ætlum að keppa núna Björsi. Já. Við ætlum að taka... Þú byrjar. Og ég byrja? Já. Ok. Við erum með leikinn hérna til hliðar England-Frakkland og við ætlum að keppa, við þurfum báður að lýsa leiknum í 1 mínútu og maður þarf að gera eins og sé allt vitlaust í leiknum. Það? Ekki að lýsa bara eins og því sem að gerast? Það bara, þú veist, það bara á Frakkar með bolta. Nei, þú veist, bara hvor okkar getur búið til meiri stemmingu úr róliheitum. Og eins og núna, það er 20. mínúta og ekkert að gerast. Já. Þannig að við hefum ekki að keppi því hvor okkar getur gert þetta meiri spennandi, fattar við lýsingu. Ok. Þannig að þá erum við að reyna að peppa upp leikinn þó sé ekkert að gerast. Það er ok, ég ætla að byrja. Ég er með tíman hérna, þetta er 1 mínúta. Og við byrjum núna. Frakkar eru með boltan, þeir eru konið upp vinstri kantinn. Boltin er komið fram og nei! Hann skallar, hvað er mikið til þess? Ég er bara komið halkan hausar. Hann lærði, hann dettur, hann er meintur, ég er að segja ykkur að hann heldur með öklan á sér og ég er komin mínúta. Sko, heyrðu, þú öskraðir bara, ég skildi ekkert hvað var að gerast. Jú, hann meittist. Þú sagði bara hann og hann. Já. Þetta er útvarpslýsing. Já, ég er búinn að segja núna hvað gerist í leiknum. Já. Þetta var allavega mín lýsing, þetta var 1 mínúta að koma með þér. Ok, sko, á ég að byrja að lýsa núna þegar Danny Welbeck liggur og það verið að gera meiðslum hans. Já, sástu hvað ég lýsti þið vel, hann var búinn að meiðast. Já, það var enda mjög gott, sko. Ég hefði viljað fá ítarlegri lýsingu á því, sko. Já, ég er með þess að sagði ekki hvað leikmaður þetta var. Hvað heldur? Nei, þú sagði aldrei hvað leikmaður boltan, sko. Ég er með hálfgjörn hausverk eftir það. Hvað heldur þú að þið geta tórt lengi svona? Svona 30 sekundur viðbót, aldrei meira. Já, þannig að það verið fínt að skipta þér inn á bara í uppbótartíma og nú skiptum við inn á Auðun Blöndal til þess að lýsa... Sem ætlar að klára hérna síðustu 3 mínútur fyrir okkur. Já. Herðu, ok, hann er á leiðinni út af Danny Welbeck og þá getur þú byrjað að lýsa leiknum. Já, býtu... En þú þarft að búið til spennu, sko. Já, ok. Býtu, herru, nú fraus myndin hjá mér, sko. Ég er að horfa á þetta á netinu hérna. Sko, ég þarf samt að bíða eftir að leikurum byrja aftur. Já, ég er sammála því. Já, býtu. Hann er að byrja að vera á. Frakkar taka innkast, þeir eru með boltan hérna í vörninu og sækja upp völlin nú hljóð. Nei, hann fór, en þú komið mínúti, þetta var vel gert. Ég var að opna fyrir síman. Hvor hefur séð? Það er 5-11-09-57. Fyrstur upp í 3 atkvæði vinnur. Hvor lýsingi var betri? Það var bæðið mjög óþægilegt. Já, sko, þú ert jafn rauður og ég. Þetta er ógeðslega óþægilegt, en við skulum sjá hvað hlustundu segja. Hvað ég var að hafa? Fyrstur upp í 3 atkvæði? Já. Ok. F9 fyrir blöð, hvor lýsingi fannst þið betri? Halló? Nei? Halló? Halló, Björn Bragi. Björn Bragi, það er þitt atkvæði. Takk fyrir, vinnur. Sælunur. Já, Björn Bragi fekk þetta atkvæði og tjekkum að næsta F9 fyrir blöð, hvor lýsingi fannst þið betri? Björn Bragi. Já, takk fyrir. Er ekki lagi með ykkur? Er það ok? 2-0, takk fyrir þetta. Ok. Sjáum hérna, hvor lýsingi var betri? Herðu, Björn Bragi. Þetta er nú. Takk fyrir. En gætur þú hlusta á heilan leik svona? Er þeir ekki geðugræði? Jú, Já, alveg svoleiðis. Það er innkast. Ég er að segja ykkur að það er innkast. Takk fyrir þetta. Ekki málur. Ok, sjáum hér, hvor lýsingi fannst þið betri? Björn Bragi. Hvaða bull er í gangi hérna, maður? Ég nennir ekki lengur. Hvor lýsingi fannst þið betri? Björn Bragi. Ég er hættur. Það er 5-0. Því líka rugglið, maður. Takk, Íslendingar. Ég heyri að það er ekki runnið af Íslendingum þennan mánudag. Þú hefur aldrei unnið mér neinni keppni, þetta. Allt ekki eftir, ég ætla að rúlla þér upp hérna eftir.
FM 957 kynnir. Rikki G verður í samstarfi við Alibaba, Suðurlandsbraut 4, næstu daga. Þú átt möguleika á að vinna þér inn arabíska veislu á Alibaba. Settu like á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2. Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabísk tónlist. Rikki G og Alibaba. Rösu góðir saman. American style. I can't live if living is without you. American style. Lífið kemur fyrir allar helgar. Lestu jákvæðar og skemmtilegar fréttir af fólki og fylgstu með partíum og viðburðum vikunar. Lestu lífið í fréttablaðinu á föstudögum og daglega á Vísi. Lífið er fyrir þig. Nýr og sjúklega góður Milky Bar Krössis. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! Flow Rider með lagið Low fyrir að hlusta á FM 95 Blö og staðin 1-0 fyrir Englandi. Julian Lescott með skallamark. Það er mjög erfitt úr tekur aukaspinn og hitta ekki á ennið á honum. Það er svo að segja að safna ennið svo maður. Það vantar ekki á honum ennið en það er mættu til okkar góðu gestur sem er með síðasta hárið í íslenska landsliðinu. Hann heitir Bjöggi og er markmaður. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Mjög góður. Herru, byrjum á því að óska ykkur til hamingju með sigurinn í gær. Takk fyrir það. Hvað, ég meina Holland í handboltasamt, er þetta eitthvað? Já, þeir eru ekkert með Robben og Persi, sko. Nei, þetta er ekki góð íþróttahelgi fyrir hollendinga. Það byrjar ekki vel í þeim. Nei, ég held að það séu samt ekkert rosalega margir í Hollandi núna sem ekki að svo handboltatapinu. Jú, helmingu þjóðarnar. Þetta er handbolti og fótbolti. Það er enginn að fylgjast með EM þegar það er handboltalegur. Nips. En er einhverjir menn svona grínlaust? Er einhverjir menn í Hollandi sem maður ætti að þekkja eða? Já, eitt sem er að spila með Lexa í Berlín, heitir Bult. Hann er svona þeirra stærsta nafn og svo er keeperinn með mér í liði líka. Já, ok. Þeir eru með einhverja svona gauðra sem kunna handbolta. Svona einn og einn inn á milli? Já, en það nægir ekkert að vinna Ísland. Nei. Hvað unnið þetta með 14 mörkum? Já, byrjum illa, 3 yfir í hálfleik og svona smá vesen, en þetta kom og skiluðum úrslitunum inn. Fíla það og ég eftir að spila svo við á í Hollandi líka? Já, á laugardaginn núna, þetta viku. Ok, það eru þú ert komin heim bara í sumarfrí? Yes. Hvernig tímabil áttirðu? Gastu eitthvað? Tímabili byrjaði ekkert vola spes, spilaði minna heldur en ég ætti vona, en síðustu 6 mánuði voru mjög góðir. Okay. Komin í fílingin og gekk bara mjög vel, virkilega vel. Og komin í liðið aftur? Já, ég er að spila svona 60% núna, síðustu 6 mánuðina. Okay. Og í búnisleikunni þá eru markmenn að spila, já, hvað ég segja, ekkert mikið meira heldur en 50% flest liðum. Þetta er þannig sport að það þarf að skipta mikið og þetta er orðið miklu meira tempo. Þannig það verður að skipta leiktimennum miklu meira. Ok, fíla það. Hvað á að gera í sumarfríinu? Herru, við förum við Hollands núna að spila leikina og ég fer beint þann til Barcelona með konunni, hans að slaka á bara á. Það er nú ekki mikið stress fyrir seinnileiknum með það? Nei, það er lítið stress, það er fínt að bara vera með smá formi og þetta er þetta, svo tekur bara við að slökka hausnum á sér og gera eitthvað allt annað í 2 vikur og það er ekki meiri pásu en 2 vikur sem við höfum. Það er bara að tekja vegna sumarfrí? Já, okay. Það er annað en sumir, Þetta var skot af þig, veit ég. Herru, ég er alltaf vinnandi. Það er maður að nota það vel og þá bara slaka í Barcelona í nokkar daga, 5-6 daga. Það er að vera þar þegar úrslit EM verða. Ekki líklegt að Spánverjar verði? Jú, það er ekki líklegt. Ég veit ekki hvenær ég er nákvæmlega, hvenær úrsleikurinn er. Tippaði þú á 7 horn í þessum leik eins og Björn Bragi? Nei, ég tippa á 8. Björgi var samt hrifinn af veðmálinu mínu, sko. Hann er maður sem kann að meta gott veðmál. Það er mjög steikt að sitja hérna í stúdíun og heyra svo allt í hennu. Já, horn! Og hverjum er ekki saman á sig hornspilta í einhverju fótboltaleik? Manni sem er með allt sitt undir á hornin. Allt sitt undir, það er þetta hárrétt. Með einhverjum heldur á EM? Herru, ég held með þjóðarunum. Það er svona, ég veðjaði á svona fyrir tímabilið, fyrir mótið og þannig ég svona bara fastur upp með það, sko. Já, þeir eru þetta með skemmtilegt liði, sko. Já. Oft verið verri allavega, Þýskaland. Klárlega, svo alltaf englendinir, þeir smá tilfengjum til þeirra, það er allt svo leys. Já, ég hef alltaf haldið með Englandi á stórmóti. Ég veit ekki hvað er. En við vorum að spá, ég ætla að henda þér inn í hraðaspurninga, Bjössi. Ertu til í það? Já, Bjöggi segi, hvað er geðveikur? Og hvað segirðu? Smá geðveikur? Já, herru, hérna er þetta. Ertu tilbúinn? Já. Og hreinsar hugan og segir það fyrst að setja eftir í hug. Getur ekki svara vitlaust og getur ekki svara rétt. Þá byrjum við 1, 2 og besti matur. Pizza. Upp á sjónvarpsþáttur. Auðvitað. Besta bíómynd allra tíma. Shawshank Redemption. Hefurðu lamið hund? Nei. Besta liðið í ensku? Man U. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Bestur í landsliðinu? Ég. Fyndnastur í landsliðinu? Óli Steff. Fallegastur í landsliðinu? Aron. Nískastur í landsliðinu? Kári Kristján. Hvenær veðið eru síðast? Í gær. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri myndir þú sofa hjá? Svíni.
Hefur farið í sleik með eldri konu? Nei. Hvenær, uppáhaldsland? Þýskaland. Besti skyndibitinn? Safran. Vel gert, vel gert. Besti, það er samt einhvern veginn, færið þér safran í þingunni? Nei, safran og nings er svona það mitt, sko. Já, það er þetta gott. Hvað er besta gilið þitt? Silver. Hvað henda því að það með? Herðu, við verðum að fara aðeins yfir með landsliðin, af því að mér langar að ræða við. Hvers er að vera finnast í landsliðinu? Óli Stef. Ok. Myndalöstu var Aron. Já, hann er með þetta. Hver var nískastur? Kári Kristján. Það var bara því að mig Kári gær og hann bara, ústu hvað. Hann tímdi ekkert að borga neitt. Jú, hann borgaði allir bara. Samt nískastur. Já. En það er, já, þá veitum við það líka að Bjöggi, hann myndi Soja og svíni. Soja og svíni. Já. Það er dettur nú inn hjá mönnum. Fáum eitt lag og höldum svo áfram. So I'll be on my way. Við erum óska Björns til hamingju með það. Frakkar voru að fá hotspinnu. Það eru konir í 3 ár. 3 hotspinnur. Þetta er bara 7. Já. Staðan er 1-1 fyrir ykkur sem eru ekki með leikinn. Það sem hlustendur viti ekki er að ég læði 1.000.000 undir. Já. Þannig að ég fæði 3,5 tilbaka. Glæsilegt hjá þér. Takk. Það er ótrúlega sniðugt hjá þér líka. Já, Frakkar eru búin að jafna og það var viðbjóðurinn og ógeðið Samir Nasri sem gerði það. Þess maður geta að 2 City-menn eru búin að skora. Já. Greinlegt hvaða lið er best í Manchesterborgum þessa myndir. Ég dreftu mig ekki. En það er hins vegar komið að gestaþraut. Ég syngi Euphoria eftir, en fyrstu við erum með markmannskveikindi hérna að Bjögga hjá okkur. Þá ætla ég að henda honum í gestaþrautina sem er að syngja Euphoria. Er þetta knattspinnu og Euphoria þátturinn FM 95 Blöð? Já, það er hárrétt hjá þér. Þetta er lag sem að vann Eurovision. Ég held að allir Íslendingar vita hvað lag þetta er. Þetta er í efsta sæti á íslenska vinsældarlistanum. Og við viljum líka meina að þetta sé það lag sem er erfiðast að syngja. Já, þetta er eitthvað sko, þetta er pínu flókið. En Bjöggi, þú ert að koma hérna yfir. Hann kom yfir. Já. Þú veist alveg hvað, þú þekkir lagið? Já. Já. Heista 4 sinnum. Heista 4 sinnum, segir hann. Fáir vita nefnilega að Bjöggi er einhver mesti Eurovision bara spekulant. Hann fer alltaf út. Já, hann fór tilbaka út. Og nærmið þess að græjast er alltaf svona einhverja pressupassa. Hann og hann reynir. Þeir eru alltaf 2 að skoða þetta. Herðu, þá er þetta svona. Setjum þetta hérna upp. Bara stressa, sko. Textin kemur á skjáinn. Já. Og þú syngur bara í þennan mæk. Já, ok. Þú er tilbúinn? Kemur lagið með henni líka. Þetta er nættir þess ekki. Why can't this moment last forevermore? Ég kann ekki lagið. Tonight. Ég hugsaði mér þetta meðan var að syngja þetta sko. Tjóðvill þetta verið gott ef hann ekki verið að spila í gær. Ég hef allir hugsað að ég greiði henni hás. Það var sem var að há honum í þessu lagi. Ég vil samt gefa Bjögga það sko. Það inn á milli komu flottir tónar hjá honum sko. Sem svona idol-dómari hérna. Það er rödd í stráknum. Já, hann er með ágætis rödd. Ég var líka að reyna að fara hátt sko. Já, drafst þið svolítið þar sko. Já, það var alltaf erfitt sko. Ég ætla eins og að setja þetta í minn búning á eftir. Ég er bara mjög kvíðinn en sko, ég veit að sko, eins skemmtilegt þetta var, þá veit ég að allir hlustendur eru að bíða eftir að fá að heyra hvað komið mörg hotn á meðan hann söng lagið. Hvað er komið? Herru, það komið 3 hotn á meðan hann söng lagið. Okay. Þannig að við erum komin í 5 hotn. 5 hotn komin. Þannig að það er mjög fínt að þú myndir halda áfram að syngja því að það raðar inn hotnum þarna í Úkraínu. Ég mæti aftur eftir þetta æfnda lag. Textin kom ekkert í takt við hvernig lagi var og hvað. Þetta var skellulegt, Bjöggi. Ég veit það. Það er bara þannig, en virkilega gaman að fá þig hins vegar í heimsókn og við óskum íslenska landsliðinu alls hins besta. Þið er þetta ekki svona, ok, bara ágætt að vera kokki en við erum ekkert að fara að tapa ódauðlega fyrir hollendingum með það? Nei, allavega ekki með 14. Nei, ekki með 14. Þá er við lítið skilið. Loreen Páll Gústafsson. Loreen Páll Gústafsson var með stórkostlegt lag hérna. Við ætlum að fá hins vegar Let's Go með Calvin Harris og svo eru sturlaða staðreyndir og fleira. Staðan 1-1 í leiknum fyrir ykkur sem hafið áhuga á því.
ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Kæri hlustandi og þökkum við, kærlega fyrir það. Við verðum með ykkur hérna til 6 í dag, ég og Björn Bragi. Það er hins vegar komið að dagsklið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Já. Og það sem er sturlað við þetta allt saman er að þetta eru staðreyndir. Já. Þetta eru, ég er ekki að búið þetta til, skilur. Og það sem að mér finnst sturlað er að þær eru sturlaðar. Já, sturlaðar staðreyndir. Þetta er ekki bara skemmtilegt nafn, heldur satt. Já. Ertu klár í sturlaðar staðreyndir? Já, herru, ég meina hugmynd. Ok. Hérna, í næsta þetta, þá skal ég koma með staðreyndir og hafa blandað af því sem er satt og því sem ég bulla og þú ert að giska á hvort það er satt. Já, hvað er rétt og hvað ekki? Já. Þetta er góð leikur, ég fíla þetta. Ok. Förum ég þetta næsta mánudag. Já. Og ég veit að fólk að nótir jafn spennt og ég. Já. Þetta er bara frábær hugmynd. Ekki jafn spennt og fyrir hornunum, en samt spennt. Já, en það er hins vegar komið að sturlaðar staðreyndum. Ég ætla að byrja hérna á fyrstu. Ísbjörn getur étið 86 mörgæsir í einni máltíð. Ég trúi því ekki. Það er sturlaðar staðreynd. Það er þetta rosalega mikið. Hvernig er hægt að vita þetta? Ha? Og akkur ekki 88? Æ, Bjössi, hættur. Nei, sorry, þetta er bara fáránlegt. Já, þetta er greinlega bara sturlaðar staðreynd og það hefur einhver séð þetta greinlega. Taldi bróðan í hann og hann hætti eftir 86. 86 mörgæsir? Það er rosalega mikið. Það er bara eins og þú myndir éta bara, þú veist, hérna 40 kíló af nautakjöti eða eitthvað. Hefur þú séð Hjöppa borða? Hann geti sveimið þá, Hjöppi geti farið langt með 86 mörgæsir. Já, hleypur eins og Ísbjörn. Herrun allavega, þetta er sturlaðar staðreynd og ekki verið efast hana. Ok, ég trúi henni samt ekki. Já, svo er það næsta, þú verður gáari á því að tala við sjálfa þig. Já. Sturlaðar staðreynd. Ég var í sundi á þann, einn, og ég var að hugsa allan tíman. Það er þetta var einn í sund. Ég veit að ég á enga vini. Já, ok. Ég getur komið með þér. Það er rétt. Já, en veitu, ok, varst ég sundi á þann og... Ok, ég var hérna, þú veist, var einn í lauginni, skilur við, og var ekki að tala við neitt, og þá var ég bara að hugsa allan tíman. Já, hann talaði ekki upp átt. Nei, ég talaði, ég var í pottinum og var að tala upp átt, við sjálfa mig. Ég er svona actually lendið í, ég veit ekki hvort maður eigi að vera viðurkenna í útvarpi, ég stundum staðið með því að vera að tala við sjálfum heima á mér þegar einn heima. En ertu í einhvern samræðum við þig? Ég hef sagt orðrétt Öddi og að fara út í Haugubá og ná okkur í eitthvað að éta. Vá. Ég segi alltaf... Hvað er ég að segja þetta? Þetta er alveg sorglegt. Ég segi stundum eitthvað svona, þú veist, nei, Björn, ertu fáiði? Eitthvað svona, skilur, þú veist, ef ég er eitthvað að skýta á mig með eitthvað. Og þú veist... Hefur aldrei sagt, Björnsi, ég var að fá okkur að ná í okkur eitthvað að éta. Sko, þá er ég farin að tala mig eins og ég sé 2 persónur. Ég veit það. Þetta er, ég hef ekki gert þetta oft, ég sverða, en þetta er gerst hjá mér. Ég held að þú eigir við andlega veikleika stríða. Já, ég er ekki frá því. Herru, ég ætla alltaf að vera með sturlaðar staðreyndir. Ok. Það voru til marihuana sjálfsalar á sínum tíma en hafa verið bannaðar í dag. Heiðveikt. Já, rosalegt maður. Bara krakkar að kaupa, veist, þetta er sturlaðar staðreynd. Var þetta ekki á Jamaica bara eða eitthvað? Já, þetta er verið í Amsterdam eða eitthvað. En samt bara með marihuana sjálfsala. Já. Svo er það næsta sturlaðar staðreynd. Það var svo mikil traffík í Kína 2010 að umferðarhnúturinn endist í 12 daga. Það er alveg umferðar öngþveiti. Líka sko, þú ert búin að vera í öngþveiti í svona kannski 2 tíma og þú ert eitthvað, ég hefði ekki átt að fara á bílnum, ég hefði bara átt að taka lestina. En sko svona 11. degi, ég veit ekki alveg hvernig stemmingin í bílnum er þá. Hversu pirraður eftir orðin maður? Bara konan ennþá að ringja, hvar ertu? Ég var að segja það, ég er fastur í traffík. Ég sagði þér það í febrúar, ég er að koma. Komið 7. mars. Það er líka, þetta er ekkert svona þægilegast afsökunin, segjum og sért að skýta á þig kannski og konan... Þú veist ekki búin að koma heim í næstu 2 vikur. Ég er fastur í umferðinni. Hvað segir þetta oft? Það er bullandi traffík hérna. Ég sé þið á morgun. Herru, svo er það næsta sturlaðar staðreynd og 5. október er algengasti afmælisdagur heims. Já. 5. október, ætla að segja einhverju að núti núna að hlusta sem eiga afmæli 5. október. Við eigum báðir afmæli 5. október. Já, og afiðin. Nei, ég er 8. júlí. Hvernig ertu? 4. júlí. Ertu í júlí? 4th of July. Já, maður myndir með Tom Cruise þig. Áttu 4. júlí alvegni? Já, hvað heldur ég sé að ljúga þig? Þannig að þú ert krabbi eins og ég. Já. Ekta krabbi. Við erum algjörði krabbar. Svo er það næsta sturlaðar staðreynd. Það er krabbaþáttur. Já, næsta sturlaðar staðreynd. Það er 1 á milli 20.000 að verið drepinn. Ok. Þessar gambling menn, finnstu með það aðeins of góða líkur? Já, ég myndi veiða það. Já. Ég var bara rættur. Svo það eru fleiri sjálfsalar í Japan en af fólki í Nýja-Sjálandi. Þetta varst með skemmtilega sturlaðar staðreynd. Og hvað eru margir af þeim marihuana sjálfsalar? Já, þarna náður að tengja. Tenging. J.K. Rowling er þunglind. Sturlaðar staðreynd. Mjög skrítin sturlaðar staðreynd. Blek er dýrara en blóð. Sturlaðar staðreynd. Dýrara en blóð? Já. Úr manni? Ok. Sturlaðar staðreynd. Já. 70% af öllum kynlífsdúkkum heims eru í Kína.
Sturlu staðreynd. Það er svolítið áhugavert. Manstu, ég var að segja fyrir í dag bara, ég meina sturlaða staðreynd sem átt eftir þetta gamana. Það var þessi. Já, sko líka, þú veist, svo myndi einhver segja núna, já, Kínverjar eru líka langfjölmennastir, en þeir eru samt bara 1/6 eða eitthvað af heiminum, en þannig erum við að tala um að þeir séu með 3/4 af kynlífsstúkunum. Já. Það er crazy. Ég held mér að var það ekki í Kína eitthvað staðar, ég held að það verið í Kína í Japan eitthvað, sko það menn eru að byrja með kynlífsstúkunum sín. Það er bara, vilja giftast þeim. Og kynna fyrir foreldrunum og svona. Já, ég veit það ekki, en svona ástfangnir. Og svo er það síðasta sturlaða staðreyndin og það er sturlaða staðreynd sem langaði mig að ræða við þig, Bjössi. Já. 21% af heiminum myndi taka internetið fram yfir kynlíf eða þau eru að velja. Samkvæmt einhverja könnun og þetta er sturlaða staðreynd. Að eilífu, mennarðu? Já, en nú spyr ég þig. Já, internetið allan daginn. Ef 8 mánuði, hvort myndirðu? Internetið. Já, það taka internetið frekar. Já. Ekki vera svona voðalega snöggur að svara. Já, staðfest. Nei, ég veit það ekki. Í 8 mánuði? Þú veist, ég þarf internetið fyrir information. Ég veit það. Ég gæti ekki verið heima á það með stundum á kvöldinu eitthvað, ég get ekki fara á neti. Ég er í geðbilaður, þá fyrst myndi ég byrja að tala við sjálf á mig. Já. En hvað þurftu að vera án kynlífs lengi til þess að byrja að tala við sjálf á mig? Hvað þraukaði lengi? Nei, ég myndi alltaf taka internetið frá mér, það er bara þannig. Já. Í 8, aldrei forever. Nei. Samt erfitt, það geta aldrei fara á neti aftur. Nei, ég myndi segja, ég sammála þér, ef þetta ætti að vera kannski eitthvað svona 8 mánuðir, þá myndi ég velja internetið, en ef þetta ætti að vera eilífu, þá myndi ég alltaf taka kynlíf. Já, þú veist ekki að fara eignast barn með netinu. I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. Got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. 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 The stars is in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Jay-Z og Kanye West með The Paris í FM 95 Blu og það er komið að dagskrálið sem er fastur í okkur á mánudum. Land of the Children. Já, Barnalandið. Hvað er að gerast í Barnalandi þessa dagana? Já, ég skal segja þér það. Já, hit me. Það er náttúrulega sumar, þannig að það er minna að gerast enn á vitunda. Ok, fólk er það róleri? Aðeins minna. Skilin. En þessir föstu notendur Barnalands, þeir virðast aldrei þreytast á að vera á Barnalandi. Ok. Þannig að það er alveg eitthvað að gerast. Já. Ég reyndar hitt einhvern daginn sem var, ekkert reiður, en svona, hann var kona sem er inn á Barnalandi. Hún var ekkert allt og sáttu það og vildi koma mér í skilningu það að þetta heitir víst bland. Já, ég veit, við vitum alveg að þetta er bland.is. Já, en við bara köllum þetta Barnaland. Já. Þetta er gamla góða Barnaland. Já, nákvæmlega. Það er bara með. Við höldum bara í það gamla. Já, ég hata breytingar. Herðu, þetta er svona allt stutt topic. Ok. Svo kemur eitt í lokin svona sem ég vil ræða þig. Já. Og fyrsta týndi út sérstaklega fyrir þig að því að þú komið á hana stað. Ok. Og hann heitir Grænland. Já, viðbjóður. Og það er Gæja sem spyr, hvernig skildi þér að vinna á Grænlandi? Hvernig skildi þér að vinna á Grænlandi? Já. Já, ég held að það er ekki gaman. Það er alveg staðfest. Nei, þú hefur komið á það. Já. Er það viðbjóðslegur staður eða? Nei, ljótt að segja viðbjóðslegur staður, en það var samt svona eins og að fara 50 ára aftur í tíman. Var þetta eins og að fara 100 ára aftur í tíman? Já, þetta var bara ótrúlegt. Ég og Sveppi fórum þarna til Kúlusúk. Já. Og við mættum á þriðjudegi og það var búið að borga hérna atvinnuleysisbæturnar. Og það var bara, fólk sem var ekki með tennur og gæti ekki haldið á vörunum í búðinni, klukkan var 8:30, sko. Af drykju? Já, þetta var mjög skrítið. Já, það er nokkuð crazy. Já, ég myndi ekki vilja vinna þar heilt sumar, ég veit ekki hana. Það eru fordómar gegn Grænlandi hér? Alls ekki, en það sagði þetta er fallegt land samt. Ok, Sandkott spyr uppáhaldsnammi og segir, hvað er uppáhaldsnammið ykkar? Mitt er svona völufroskar. Völufroskar? Já. Hvað segir þú? Uppáhaldsnammið mitt? Ég myndi negla í, ef ég að svara með byssu við haus, Snickers. Ég held að það sé mitt uppáhalds, en þetta. Shit. Svo finnst mér þetta ógeðslega gott í blandi pókaðinu sem hún kaupir í Hagkaup. Það er svona lakkrís
Svona eins og Apolló nema að það er súkkulaðinni, við skal tala Svona svart og svo svona súkkulaðinni, það er sikalega gott. Það hljóma mjög vel, sko. Ég get ekki valið eitt, ég get ekki gert upp á milli barnanna minna. Ok, en nú þér að fá eitthvað nammi núna, hvað myndir velja? Núna myndi ég mest vilja fá Krítar. Krítar, gríðarlega uppbyggilega samræður hérna í FM 95 blöð. Er ekkert krassandi þarna? Þetta er lélasta barnaland sem þú lesið, sko. Já, býttu bara. Uppáhaldsnammi og eitthvað. Þetta verður lélegra, sko. Skjalaskápur spyr, mynduðu leyfa 12 ára stelpu að horfa á Sixth Sense? Ég held sko að Sixth Sense sé bönnuð innan 12. Hún er ekki einu sinni bönnuð innan 16. Ég myndi alltaf það. 12 ára. Það er ekki svo Sixth Sense ég eitthvað ógíslega. Það var smá creepy að það hún kemur inn í eldhús. Look what you did to me, Larry! Já, fyrir utan það, þá var hún samt mjög róleg. Myndir ekki leyfa 12 ára barn að horfa á Sixth Sense? Jú, ég ætlaði sko ástæðan fyrir að týnda þetta út þeirra þegar mér langaði að spyrja þig sko, þú veist, hvenær fórst að horfa á svona verulega ógeðslega myndir? Ég var svolítið hræddur við það alveg svona framan af. Já, ég hef alltaf verið hræddur við að horfa á svona ógeðslega myndir. Ég er með lítið hjarta. Þú ennþá hræddur við það? Já, veist, ég er svona, ef ég fer á okkur viðbjóð, ég fæ alveg martraði stundur, sko. Já. Þannig að ég var alltaf hræddur við þetta, en ætli ég hef ekki verið 11 ára eitthvað. 10-11 ára. Ég man eftir sko, þegar ég var 9 ára, þá fór ég afmæli hjá félaga mínum og það var hérna Child's Play hérna, Chucky Já, Chucky dúkkan. Það var verið að horfa á hana í afmælinu sko. Já, hvers konar 9 ára afmæli á það? Svona er þetta í gettó. Það er ekki uppeldi. Svona er þetta í orbanum. En ég þorði ekkert að horfa á hana sko. Nei. Þannig ég var svona eitthvað, þú veist, ég vildi samt ekki að neitt myndi vita að ég þorði ekki að horfa á hana. Þannig ég var eitthvað í svona smá krísu þannig í samæli. Þóttist horfa. Já, og ég hef aldrei jafnað mig. Ok. Þetta er lélasta barnanald sem þú verið með sko. Nei, fyrir, svo er ég með eitt gott inn í lokin. Ok. Ég var ekki búinn að sjá Júsunheimið. Það er sérst, hvað gerir fólk til að eignast vini, heitir þetta. Og það er Aloe Vera Forever. Og þetta er svolítið athyglisverð pæling. Hún segir þetta, ég fór alltaf inn að hugsa, ég á bara einn alvöru vin og það er maðurinn minn. Er það ekki pínu sorglegt? Ég er bara svo ótrúlega antisocial. Á erfitt með að treysta fólki, fer beint í vörn við minnsta áreiti, set upp grímu og haga mér eins og astni og innan svega, trúður og svo framvegis. Fór einhvern tímann til sálfræðing sem reyndi að laga mig innan gæsalappa. Þá sem sagt rak hún þessa félagsfælni mína til þess að ég var alin upp af alka og pillufíkli sem braut mann ítrekka niður. Og því að það er ótrúlega erfitt að átta sig á fólki sem er eðlilegt eina stundina og í vímu, jafnvel ofbeldisfullt á næstu. But anyhow, ég bara nenni ekki að vera alltaf ein og gera aldrei neitt nema með manninu mínum. Ég er alveg skemmtileg og gefandi manneskja, ég meina það. Það bara fær engin tækifæri til þess að sjá það nema mínir nánustu. Og svo segir hún, I got issues and now I need tissues. En þetta finnst mér athyglisverð pæling. Þú veist, það er svo, þegar maður er lítill, þá bara eru allir vinnum hans. Já, þú veist, þetta var mjög létt. Þá fórstu bara og sagðir, viltu leika? Já. Viltu vera menn? Já, þú veist, þú fórst bara út úr húsinu. Djúðarlega eftir að menn sögðu, nei. Viltu vera menn? Nei. Já, það má bara koma einn inn til mín. Já, ok. Þú fórst út og það bara, ef það er einhver jafn gamall og þú, þá bara leikur við hann, skilur við. Svo verður eldri og þú veist, fer í skóla eða menntaskóla eða eitthvað og það er svona kynnistu kannski, þú veist, það er svona, aðeins meiri svona kröfur, sko, maður vill að svona fólk eigi eitthvað sameiginlegt eða eitthvað svona. Já. En svo, þú veist, eftir sem þú verður eldri, því svona, kannski færri við, eða svona erfiðar er að eignast vinnu, eða ekki? Já, þá er það þá ekki bara, þú veist, einhver sem kynnist í vinnunni, eins og þú. Við vorum ekkert vinnir fyrir 2 ári síðan. Og Dag eru bestu vinnir. Já, hárrétt þér. En, já, ertu þá að biðja einhverja ráðlegginga fyrir hana, hvernig hún er eignast nýja vinni? Já. Það er þetta góður punktur. Er það ekki, sko, ok, manneskjan segir hérna að, þú veist, hún fari í einhverja vörn og hægir sér eins og astni, segir hún sjálf. Hún fer í vörn og kalla sig Aloe Vera Forever. Já, þú veist, er það ekki bara að vera maður sjálfur? Jó, hvað ert eitthvað ruglaður? Nei, ég er að spyrja. Hvað? Nei, ekki vera þú sjálfur. Nei, ég er að segja hún Ég myndi vera, þú veist, svona deceiving og blekkjandi og bara ekki vera þú sjálfur. Ekki snúa út úr auður. Er hún manneskjan ekki bara að reyna of mikið? Jó, það geti verið. Já, ég held það. Það má ekki, sko. Ég segi Aloe Vera Forever, vertu þú sjálf og þá koma vinir. Geta nætt sér í hinn umtalaða Lazy Spa Ramax Nuttpott að verðmæti 90.000 krónur. Heiðar Austmann á FM 957 dregur úr teppin þátttakanda á föstudaginn og verður mikið húlum hæ í 1011 Austurstræti. DJ Dettifoss verður að þeyta skífum ásamt því að gestir geta bragðað sér á gómsætum vegum frá Ölgerinni. 1011 Austurstræti og Lazy Snack. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna
Besta útihátíðin Gaddstaðarflötum Hellu Dagana 5. til 8. júlí Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og langt besta skapið Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins Sóldögg 200.000 naglbítar og botleðja Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is Fylgstu með á facebook.com/bestaútiháttíðin Þú gætir unni miða Vertu ilmandi í fríinu með sólarvörn frá Hawaiian Tropic Smakka ís hjá öðrum 1 stig Éta skordýr 3 stig Fara á baka á belju 5 stig Tjalda í garði hjá fólki 10 stig Býður Háskólinn á Bifröst upp á fjarnám í HHS Heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði Innritun stendur yfir Kynntu þér málið á bifröst.is Allir mánudagar eru bátadagar Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur Hlöllabátar Hlustendavellun FM 957 2012 Bestir á sviði Og sigurvegari Páll Óskar Ástar þakki fyrir mig og ég að pæli að stofna það bara í kjölfarið sem sagt framkomu skóla Páls Óskars og ennisliði hvernig á að gera þetta Takk fyrir mig Hlustendavellun FM 957 Hringtorg og Tromp Tromp í nýjum umbúðum Trompaði daginn Þáðir Tromp Allir mánuðir ársins eiga að vera skemmtilegir. Þú hefur þetta allt í hendinni. Settum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Og töffarinn Jón Jónsson með Always Gonna Be There. Hann svona ekta típa sem hann mun alltaf vera þarna held ég. Fyrir kærustunum sína. Þú þekkir húnna betur en ég. Það það kannski algjör drullu Halli sem bara virkar rosalega kamó. Þið vitið ekki hvernig hann í raun og veru. Já, virkar rosalega kamó. Svo þetta skítæll. Hann algjör skítæll. Talandi skítæll. Hann ljóðlingur. Já, Jón Jónsson alveg með þetta. Talandi skítæll, það komið að mér að syngja Loreen. Já, Euphoria. Talandi skítæll því að þú ert búin að vera að láta okkur alla syngja þetta síðustu daga. Já, en sko málið núna, ég var pínur hættu þetta á hann þegar þú varst að segja að vera að koma með mér. Svo heyrði ég Bjögga syngja þetta. Já. Ég get ekki gert þetta verð. Nei. Eins lélur og ég að syngja, þá getur þetta ekki verið verð en þetta var á hann. Ætlar þú alltaf Auðun Blöndal að miða þig við þann versta? Nei, bara þegar kemur að söng, ég er alveg skelvulegur. Nú þegar ég og Pétur keppum alltaf miðvikudum í karaoke og ég er viðbjóðslegur söngari, sko. Og alveg, en það samt alveg rétt, þeir eru allir búin að syngja þetta og það bara komið að mér og ég ætla að hendi í þetta fullu sjálfstraust eftir að hlusta á markmann okkar Íslendinga, handboltamarkmann okkar, slátra þessu lagi þetta á hann. Já, þú getur þetta. Ég veit það. Syngdu þetta vel. Ertu til? Já. Ok, og byrjum við þetta. Það er gestaþrautinn og það komið að mér. Why can't this moment last forevermore? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop. Þetta komið gott maður, líkur Horbjörn. Ég get ekki meir. Þetta var mjög gott. Já, sko málega, bara, veist, ef þú allar í þess að traut, þá leggur þú all inn. Þó að maður get ekki farið að háa síð, þá á maður að reyna það í svona gestatraut, finnst mér. Já, ég sko... Það er ekkert jæfn spennandi að ég bara sagt Euphoria. Það lauk rétt hjá þér, you gave it your all. Þú varst líka svolítið að drífa þig með lagið. Þú vildi bara klára þetta strax. Ég tók líka legendary myndaðir hérna þegar þú varst að fara á háatúrnu. Ég ætla að hendi inn á Instagram og Twitter. Ég þarf að guttir að það finnst. Leð mér að sjá þessa ógeðslegu mynd. Nei, hún fer inn. Strákarnir í The Wanted með Chasing the Sun. Það er eitthvað sem við Íslendinga þekkjum. Það er að elta sólina. Og það er gaman að segja Íslendingum frá því að frakkar voru að fá sína 7. hotspyrnu. Ertu búinn að vinna þetta veðmálið? Já. Ok.
Það vel gert þér, þeir konum með 7 horn. Já, hann að taka það núna. 23 mínútur eftir. Já. Nú ertu rosalega góður að tippa, má tega það. Já, þú líka. Þeir að hlusta hér á Þeir að hlusta á FM 95 Bet. Já, gambling þáttinn FM 95 Blö. Nú skal ég byrja bara til hamingju með þetta. Ég var samt ekkert að fara að elta í þessu. Ég nenni ekki að fara að veðja hverju fær fleiri horn. Mér finnst það svona, þá ertu dottinn í svona svolítið gamblegs, finnst mér. Það eitt að veðja hvort að leikunum fari X eða 2 eða eitthvað. Af hverju horn eitthvað verri? Af því að það er eitthvað svo fíklalegt við það. Nei. Það er að vera að vonast eftir 7 hornum og þetta er ekki eitthvað sem hún veist. Þú ert ekki að segja mig það að þú að fara og skoða, herru, já, ok, Frakka fengur 9 horn í síðasta leik, þú ert ekki búin að spá í þessu? Jú. Nei. Ég er búin að vera að fara yfir allar hornspinnur franska liðsins frá árinu 2001. Og vissir að þið myndi að fá alltaf 7, allavega 7? Vissi það bara. Það var bara að gefast peningu fyrir þig. Herru, við hringdum í Hebba Gummi um daginn, Herbert Gummisson, Big Herb. Ó, já. King Herb og þá vorum við að ræða við hann að hvort það væri komið kærustu, því við sáum á Facebookin hans. Já. Hann er ekkert bara komið kærustu, kallinn minn, hann er trúlofaður. Nákvæmlega. Já, við erum trúlofuð, segir söngurinn góðkunni Herbert Guðmundsson sem hefur fundið ástina í örmum Lísu Daggar Helgadóttur. Þeir sem, þekkja Herbert segja að hann hafi yngst mörg ár við þessa trúlofun eða við þessa ást. Og ást, eilíf ást. Það kynntist henni gegn lagið. Ég veit að hún fílaði lagið. Hún fílaði lagið. Pókaði hann á Facebook. Sagði hún það á Facebook. Ætla hann að póka hann. Ég held að. Af hverju spurði ég ekki Hebba því daginn? Því ég vildi láta þið pressa meira á hann. Ég veit þurftum að þess að verða privacy. Finnst þér Lisa Dögg svona pók-týpa? Já. Þannig að hendi eitt gott pók. Ég hugsaði það þegar ég sá mynd af henni. Þetta er pía sem að pókar. En svo King Herb veit nákvæmlega hvað hann er að gera þegar kemur að Love. Parið svífur ekki aðeins á vængjum ástarinnar, heldur ætla það líka að eyða ævi sinni saman. Herbert bað Lísu nefnilega á dögunum við rómatískar aðstæður í Reykjavíkurborg. Hann fór á hnén niður við tjörn og var með hring og allt tilbúið. Inn í hringnum stendur eilíf ást, setningin sem er svo falleg og tengir okkur saman, segir Lísa yfir ástfangin Herbertin sín. Hann rándýrt fór með bara meðan hann er á tjörn og hendi sér niður. Ég vona mávarnir hafi látað hann vera á meðan á þessu stóð. Þetta Herbert Guðmundsson, hann er það mikið legend, ég get lofað því að mávarnir og allir hjálpuð honum við þetta. Kemur ekkert óvart af endurnar og svanirnir það er bara saminuðust bara svona flugu bara einhvern byggt í hjarta á himnum í tjörninu hvernig gerir þetta? Þetta er bara einhvern ökri félagið minni hérna en við óskum Hebba sjálfsögðu til hamingju og heldur betur við heyrðum í honum með daginn þar sem vorum að ræða hann ástina alltaf fallið þegar fólk er ástfangið og talandi ástfangi og fólk þá ætla að spila Sverrir Bergman og síðasta föstudagslag hrikalega vel hefna í honum I Won't Give Up Jason Mraz-lagið þetta fyrir ykkur, ástfangna fólki hérna úti. Smá pening. Svona. Hraðpeningar.is Opið allan sólarhringinn í sumar á Akureyri. Hagkaup. Einferð. Betra verð. FM 957 kynnir. Rikki G verður í samstarfi við Alibaba, Suðurlandsbraut 4, næstu daga. Þú átt möguleika á að vinna þér inn arabíska veislu á Alibaba. Settur like á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2. Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabískt tónlist. Rikki G og Alibaba. Hrösu góðir saman. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Follow Rivers heitir þetta lag og syngdu meira er með Licky Lee hressandi nafn, Licky Lee og þetta er bara mjög gott lag, ég ránaði með þetta lag þetta fílaði þetta ég vil að þetta er sko Twitter-lagið I'll follow Mástu þú varst á hann eitthvað þetta er uppbóðslægið mitt af því að það er svo margir að follow mig á Twitter Mástu þú varst þetta á hann ég hætti þetta á hann þú varst eitthvað minnum að á hvað ég á marga followers á Twitter ég er kóngurinn, sagður akkurat, alveg það sama ég sagði ég byrjaði á Twitter fyrir 4 vikum Byrjaði þú? Já og hvað er þetta að væla þér? Þú varst að byrja Hvað ertu komið marga? Nei, ég spurði bara hvað ertu með marga followers Já
Hvað ertu með? 700 og eitthvað? 700 og eitthvað. Það bara frábært. Hvað ert þú með marga? Ég veit ekki. Jú, hvað ert þú með marga? Þú ert alltaf að telja. Skiptir ekki máli. Hvað, 5.500? Þið eru að hlusta hér á FM 957. Þú sagðir orðið þetta á hann. Það er ekki margt sem, ég hef ekki margt, en ég hef allavega followers á Twitter. Ég sverði það upp á mitt litla líf að þetta sagði ég aldrei. Ég lofa því staðan 1-1 í leiknum með England-Frakland og það eru 10 mínútur eftir. Já, ég hlakka svo til þegar ég kom með fleiri followers en þú. Þá er ég... Þetta hvað, ég er ekki neitt að keppna við. Það er alveg 0 sko. Þú bara mátt vera með þína followers. Ég var samt að setja inn mjög skemmtilega mynd af þér á Twitter og á Instagram. Já, og ógeðsla mynd hérna af Euphoria. En ég var að lesa það er alltaf verið að ég hvet fólk til að deila þessar mynd með þjóðinni. Ég var að lesa það er alltaf verið algengara og algengara að fólk sem er í sambandi er að búa til gerfi eða svona fake account til þess að njósnaði maka sinn. Býtu nú við. Já. Á netinu þá? Já, sem sagt, þetta væri ef að segjum að ég væri með stelpu og myndi ekki treyst henni. Ég myndi bara að byrja með nýjan account og fara að reyna við henni eitthvað svona. Já, þetta er svona þannig. Og tjekka, prófa að póka og eitthvað. Mér finnst að það er eitthvað rangt við þetta. Það er eitthvað skrítið við þetta. Vera að njósna við maka sinn með fake Facebook account ef þetta til dæmis myndi bara komast upp hjá manni. Já. Ef einhver vinur myndi frétta eitthvað, ég held að myndi hægt að tala við mig. Það væri bara svona auðvitað, hérna, okkur eru þið hægt saman, hérna, þú og kærastinn. Komstu upp fake accountið minn sem ég bjóð til á Facebook og var eitthvað njósn hana. Já, ok. Þetta hljómar svona eins og sett bara geðveikus. Við verðum ekki að reyna að treysta hvert öðru. Já, það er svo sett búin að vera á sálfræðing alltaf helgilega. Bara vertu þú sjálfur, treystu öðrum. Við hvernig varst að tala? Hvaða sólskinn var að tala við? Ég var að tala við prest. Ég var að tala við gambling priest. En ertu afbrýðið sem er að eðlisverja, Björn? Ég er alltaf að njósna. Já, þú ert reyndar alveg típan ágrið. Já, er það? Já. Nei, ég er hef í slagur, sko. Nei, þú ert svolítið paranoia. Hver er þetta? Mér getur svo að tala þarna. Hæ? Mér getur að tala? Þetta er bara bekkja, bróða minn. Einmitt. Góða líkur á því. Þú ert svona ekta típan sem að myndi njósna. Þú hins vegar ert þessi típa. Nei, ég er pollslagur. Já, ég líka. Nei, þú ert svona, það er nett geðvik í þér. Nei. Það gefur bara ekki óvart. Herru, hvað myndir þú kalla þig á fake accountinu þínum? Leðurfjess. Talandi sólskinn, Gabriel. Íslandi, við erum að loka hérna í einhverjir kompu, ég og Björn Bragi, og verðum það til 6, við kortir eftir með okkur. Við vitum, kannski er sko bara síruregn úti. Já. Við vitum ekki það, við höldum bara að sé sama viður og þegar við fórum inn á þann. Og við erum bara að loka hérna í búri, staðan 1-1 fyrir ykkur sem er að keyra heim og mér á að, svona, spyrja ykkur, hvað er staðan í leiknum? Fyrir ykkur sem er að veðja á hotnan úti, þá eru komin 11 hotn hjá frökkum og 3 hotn hjá englendingum. Það er öllum sama. 11 hotn samt, eru ykkur í 11 hotn? Hæ? Eru frakkar konum 11 hotn? Já, sko, ef ég hef veðið á 11 hotn, eða meira, þá hefði ég geta hætt. Við viljum samt taka sérstaklega fram að við hvetjum engan til að veðja þó svo að Björn Bragi sé að gambling með hann. Þetta er gambling þátturinn FM 95 Bet. Já, það er eins og það er komið að dagskrárleið sem ég kalla á leiðinni heim og ég leyfði Pétri Jóhanni síðasta miðvikudag að velja lagi á leiðinni heim. Hvað valdi hann? Sem ég ger reynda aldrei aftur, Lífmynda Víða Lóka með Rikki Martin. Hann vil menna að segja besta lag sem að gert við verið og ég er að fá að gera svo kræfur, Björsi, að leyfa þér að stjórna dagskrárleiðinu núna lagi á leiðinni heim. Þannig að nú hugsaðu, þetta er ekki flókið, hugsaðu núna, ef þú væri í bílniðinum, sem flotta hana, og er að keyra heim, mánudegi, hvaða lag er þetta þess að þú myndir hækka vel og bara, ég fíla. Þetta er góð spurning, sko. Ég sko, ég gæti valið eitthvað svona sumar, svona sólarlag, sko, en ég ætla að taka mánudagslag. Ok, ætlar ég eitthvað þunglindi eða? Nei, ekkert þunglindi, þetta er bara gullfallegt lag sem er ljúft að heyra og ég meina, þú veist, það er ekki þunglindi. Nei, ok, hvað er það? Þetta er frá 10. áratugnum og það heitir Fuzzy. Það er vel gert. Með Grant Lee Buffalo. Já, þetta er enda viðbjóðslega flott lag, ég verð að gefa það. Rándýrt lag. Rándýrt lag, þetta er lagið á leiðinni heim og vonandi er einhverju núna að hækka. Þetta er Dansað 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. Vilt
þú eiga möguleika á að eignast þín eigin Lazy Spa heitabort? Taktu þá þátt í sumarleik Lays. Allar upplýsingar á lays.nu. Kveðja, Lays Snack. Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlöllabátar. Hlustendavelun FM 957 2012. Myndband ársins. And the winner is FM 95 Blö. FM 95 Blö. Á FM 957. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eatin' fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Justin Bieber, það eru einhverja stúlkur hérna á Íslandi sem að væri alveg til í það. Það er ekki bara stúlkur, konur öllum aldrei held ég. En Auður, nú erum við búin að, nú er leiknum lokið. Já. England, Frakkland og endaði 1-1. Solid punktur hjá englendingum manna. Og ég var ekki einn að tippa. Nei. Ég veðjaði á 7 hotn og það fór ég 1 og þú veðjaði líka. Já, hvað setti ég á? Já, segðu mér það. Ég setti á 1-1. Það er rétt. Þetta voru rándýru úrslit, þetta var gefið. Við segðum allan tíman. Pældi í, ef að hlustendur myndi bara fara, við sögðum þetta í byrjun, þú 1-1, ég 7 hotn, lögðum vel undir á það, því þetta er veðmálið þátturinn FM 95 bet. Já. Ef þið viljið græða krakkar, þá eldið okkur. Það er bara þannig, Þið getið opnað reikning, fáið þið bara kreditkorti á mömmu og pappa. Já. Ég verð með rándýr tips á morgun, ég nenni ekki að spá í Úkraínu og Svíþjóð, ég held að sé öllum drullu saman nema Svíjar. En hvernig heldur það að fara í? Ég held reyndar að... Ekki jinxa það samt, ekki segja það fótt. Ég vill ekki segja það. Ég held samt Úkraínu vinni. Já, en segðu þið samt einu sinni Úkraína. Hvað segirðu? Úkraína. Ok. Herru, það er búið virkilega gaman að vera með ykkur hérna frá 4 í dag við Bjössi Kveðjum. Ég og Sveppi Krull verðum hérna morgun frá 4-6. Rikki G-bletturinn eða mínibarinn eins og flesti kallan er mætturinn í stúdíóið og Björn Bragi var einmitt óskonum til hamingju áðan með sigurinn. Og Rikki G spurði hvaða sigur ljótustu föt sem ég séð á ævi minni. Takk samt vel á mótunum því þetta er skemmtilegur strákur. Bjössi, takk fyrir daginn. Takk sömuleiðis. Hlustendavelun FM 957 2012. Söngvari ársins. Söngur ársins það er Jón Jónsson. Vertu viss að vera með áskrift að Stöð 2. Dallas hefst á sunnudaginn á Stöð 2. Fá þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það er Betra Bak og OB sem færa þér Dallas á Stöð 2. Framandi og frískandi Fanta Exotic í næstu verslun. Eigðu Fanta gott sum. 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957.